Komið sæl. Í síðustu þáttum kvótann heim þá höfum við horft talsvert til smábátaútgerðar, einfaldlega vegna þess að smábátaveiðarnar standa núna yfir, en einnig vegna hins að okkur leikur forvitni á að vita hvernig smábátaútgerðin komið til með að þróast. Það sem aðgreinir smábátaveiðarnar stórútgerðinni að þar lítur fiskveiðistjórnunin að verulegu leyti ólíkum lögmálum en hjá stórútgerðinni. Það hart sótt að smábátaútgerðinni, stjórnvöld vilja sveigja hana undir kvótakerfið. Sjávarútvegsráðherrann Kristján Þór Júlíusson grunaður að beita brögðum í þá veru, en allt þetta ætla ég að leita álits hjá Artúri Bogasyni, stofnanda félags smábátasjómanna og formanns þeirra langt skeið, manns sem aldrei hefur legið á skoðunum sínum, en engan mann hef ég hitt sem að frýr honum vits og þekkingar á þessum málum. En fyrst aðeins tilbaka. Á fyrsta fundi okkar kvótann heim í Þjóðmenningarhúsinu í Reykjavík í ársbyrjun janúar 2020 vakti athygli innlegg Jóhannesar Sturlaugssonar líffræðings. Hann hefur stundað fiskirannsóknir í meira en 3 áratugi, þar af með eigið fyrirtæki, laxfiska, í 20 ár. Í máli sín á fundinum í Þjóðmenningarhúsinu í janúar myndi hann á að kvótakerfinu hefði verið komið á þegar mörg fyrirtæki í sjávarútvegi hefðu átt í rekstrarvanda, en jafnframt hefði mönnum þá þótt stefna í óefni með stjórn fiskveiðanna. Illu helli hefðu menn stuðst við aðferðafræði ítrustu markaðshyggju, nýfrjálshyggjunnar, þegar ráðist var í breytingar á stjórn fiskveiðikerfisins og væri svo komið að gróðavonin stýrði nánast einför í sjávarútveginum og hefði hún sorfið mjög að byggðarlögum og einnig auðlindinni sjálfri. Nú væri hins vegar tími til endurmats, í anda breyttra viðhorfa til náttúruverndar, til lífríkis og til byggðaþróunar. Menn mættu ekki gleyma því, sagði Jóhannes á fundinum, að samhengi væri byggðaþróun annars vegar og aðgengis að sjávarauðlindinni hins vegar. Hvað byggðirnar áhrærir væri augljóst að þar ættu sér stað breytingar í tímans rás, en vildum við ráða nokkru þar ekki verða leiksoppar peningaaflana, leggja upp úr tilteknu byggðamynstri til dæmis, þá yrðum við að huga að því hvernig við nýttum auðlindirnar í því samhengi og þá til að geta stýrt veiðum, þar með nýtingu auðlindarinnar að viti, yrðum við að þekkja til og taka mið af atferli í lífríkinu. Fyrir nokkrum árum þá notaði ég nýjustu tækni ásamt félögum mínum til að komast að því hvernig væri háttað atferli ísu og steinbíts hér á landi. Það skemmtilega sem gerðist í því, í staðinn fyrir þegar við erum í hefðbundnum rannsóknum og fylgjumst með fiski með gömlu aðferðinni, að merkja fisk og sjá í besta falli að hitta hann einu sinni enn og jafnvel á sama stað, þá gaf þetta tækifæri til þess að sjá ferðir fiska ítrekað, árum saman. Það sem gerðist var það að við sáum að fiskar var að koma á sama svæði ár eftir ár eftir ár. Við erum með kvótakerfi sem að hvað? Þú fær kvóta, þú veiðir hann hvað sem þú vilt. Þetta væri jafn arfavitlaust og við varum með kvóta fyrir laxveiði á Íslandi og af því að það er dýrt að gera út, þá veljum við að veiða allan laxinn í 2-3 ám sem næst okkur og einhvers staðar þar sem okkur hendar. Við þurfum að hugsa dæmið upp á nýtt og af hverju skildum við ekki hugsað upp á nýtt á þeim forsendum sem eru forsendur dagsins í dag, nefnilega umhverfissjónarmið, og það er meira heldur en bara sjálfbærni. Takk fyrir. Jóhannes, áður en að ég spyr þig nánar út í þínar rannsóknir, þá langar mig til að heyra hvað þú eigir við þegar þú segir að sjálfbærni sé ekki nóg. Já, það sem ég á við er það að sjálfbærni jafn ágæt og hún er og nauðsynleg grunnforsenda, svona heildstætt
að við skilum fiskistofnum og öðru til komandi kynslóða, þá meira í þessu heldur bara sjálfbærni. Og á veraldarvísu þá erum við nú að upplifa það sem að menn hafa nú ekki upplifað áður, loftslagsmálin. Þannig að við þurfum að huga að því að hvernig við getum hagað okkar fiskveiðum sem á þann hátt að við komum sem best frá því mengunarlega. Svo það á landsvísu, þá eru það byggðamálin og þegar ég segi byggðamálin þá á ég við reyndar á vistfræðilegum forsendum, það er að segja það eru ákveðnir þættir í vistfræði fiskistofnana sem að tengjast ákveðnum svæðum á landgrunninu sem voru að sjálfsögðu forsenda þess að sjávarbyggðir mynduðust og á þeim grunni, vitandi ýmislegt sem við vitum í dag og kem að því betur síðar, en á vitandi það sem við vitum hvernig dreifingu fisks háttað hjá hinum ýmsu fiskistofnum, þá mikilvægt að við tökum mið af þessum þáttum í nýtingu fiskistofnana og það þýðir að við erum að ekki bara tryggja sjálfbærni heildstætt, heldur við erum að gera það sem við eigum að gera í dag í nútíma samfélagi sem hefur mikla þekkingu og við eigum að hámarka nýtinguna. Og það gerum við með því að til dæmis í svona einfaldari mynd, ef ég tek dæmi, það að fara inn í að vera með nákvæmari grundvöll fiskveiða á grunni þess hvernig útbreiðslu háttað og atferli á hverjum stað. Þannig að það gefur kosti það gefur líka möguleika á að tengist þessu sem á veraldarvísu og annað með að minnka mengun og annað. Þannig að við erum þarna, það ýmsir ekki bara kostir, heldur bara hreinlega atriði sem að kalla á það að við höfum okkar fiskveiðum, við bara okkar, höfum okkar fiskveiðum þannig að við stöndum okkar plikt í þessum efnum. Mér fannst umhugsunarverð samlíkingin sem þú dróst upp á fundinum í Þjóðmenningarhúsinu í janúar af laxinum annars vegar og síðan stýringu hins vegar, stýringu veiða í sjó, að hún tæki mið af magni en ekki aðstæðum. Já, það nefnilega málið að eins og ég segi það var nú lengstum þannig að við vissum svo sem ekki dæla mikið svona ýmis ítarlegri atriði í varðandi ferðir fiska og slíkt. En nú þegar að þær upplýsingar komnar að hluta til fram á sjónarsviði og aðra sem við þurfum bara að sækja, að þá krafan þessi að við notum þetta og ég vitnaði þarna í laxinn. Við þekkjum laxinn að hann hrygnir í sinni heima á, en þegar ég var að tala þarna sjávarfiskana, þá var ég nú að tala ís og steinbít, komið að því betur og eftir það eigin rannsóknir. En þar sem sagt kemur það í ljós að þeir fara á ákveðin svæði sem við getum kallað heimahaga til að éta, ekki bara sem sagt fara á ákveðin svæði til að hrygna, heldur dvelja ákveðnum saman. Nú má ekki rugla þessu saman við þekkjum fiskistofna sem eru alltaf á sama stað árið kring. Nú ég ekki að tala það. Nú ég að tala eins og ís og steinbít þar sem við vitum að þeir ganga stundum langar leiðir, ganga utar á landgrunni og út á landgrunnsnum til að hrygna árlega. Og svo kannski hafa menn séð í huga sér að þeir bara gangi eitthvert tilbaka og hefji ætisöflun og byggja sig upp fyrir næstu hrygningu. En þessar rannsóknir sýndu að þeir gengu heim til sín. Þeir áttu semst ætis heimahaga og það setur hlutan í allt annað samhengi. Það setur þá í það samhengi að við þurfum að fara að huga því að úthluta eða semst að veiða
svæðaskipt. Annars getum við sko í rauninni væru við þá eins og þetta segir, nú ekki búið að nýta þetta eru gögn sem eru orðin áratuga gömul. Og þess vegna vil ég ítreka það, jú, við þurfum að sækja gögn, en við þurfum líka að nýta gögn sem eru til. Og þessi gögn voru vel kynnt. Málið það að með því að taka mið af þessu, þá stundum við alvöru sjálfbærni. Við erum að tala sjálfbærni sem heildstætt litið, sko, ég var að segja, varðandi þessa tegundum, ýsu og steinbít, að við skilum þessum tegundum á okkur þannig að þið sé nú í mannsæmandi ásigkomulagi, sko í góðu ásigkomulagi fyrir komandi kynslóðir að taka við. En erum við að gera það ef við eyðum allt nánast upp á einhverjum svæðum og svo allt vannýtt á öðrum svæðum? Nei, það ekki leiðin. Og þess vegna þurfum við að, vitandi það sem kom fram þarna, þá þurfum við bæði að afla frekari gagna fyrir þær tegundir og síðan þurfum við að kíkja eftir öðrum tegundum eftir því sem að þörf á. En þetta ekkert lítið atriði og þetta tengist þessu sem við vorum aðeins að ræða þarna áðan með byggðirnar, því að nú til að búsvæði henta fiskum misjafnlega og það ástæða fyrir því að sjávarbyggðir byggðust upp og þetta getur allt spilað svo vel saman. Þannig að vistfræðilegi hlutin jú ekki bara fiskurinn, heldur líka fólkið, ef við viljum bara horfa á það. Og ef við viljum, á maður að segja, horfa á þetta sko aðeins eins og við þurfum að gera það. Við þurfum að horfa á þetta þannig að það sé ekki bara að menn sætti sig við það að segja við erum að stunda hérna sjálfbærar veiðar og annars vegar þá það bara grunnforsenda sem gott mál þetta og nauðsynlegt og hins vegar að við högnum sem mest á þeim veiðum. Það þetta sem að þína rannsóknir styðja, að við að horfa meira en kannski gert hefur verið til atferlis sjávarfiskana. Já, og líka af því að það bara krafan í dag. Við sko, krafan svo að umgengni við auðlindirnar sé ekki bara að þetta dragi lífið fram með nægilega góðum hætti til þess að sé að nýta þetta eitthvað áfram. Við höfum að hámarka nýtinguna. Og að hámarka nýtinguna og viljum við sjá blómlega byggði hér á landi, þá ættum við einmitt að nota þetta til þess að skoða ekki þarna sóknarfæri aftur fyrir þessa byggðis að byggjast upp á eðlum forsendum á ný, ekki með því að fara með mengandi sjókvíaeldi eða eitthvað inn á þá fyrir því, á þess að ég ætti nú að fara inn í þau mál, en sem sagt forsendan fyrir byggðunum enn fyrir hendi. Og þannig að, og svo við komum að loka spurningunni, þannig að það réttur þá skilningur að þinn boðskapur sá að peningafrjálshyggjan, gróðahyggjan, hún hafi ekki reynst góður leiðsögumaður við mótun fiskveiðistjórnunarkerfis, að þar eigi vistfræðin að vera meira ráðandi en það sé það í anda nýrrar hugsunar, nýrra tíma. Já, sko hún vissulega þarna vistfræðin, hún þarf að vera ráðandi. Þessi frjálshyggja, þessi ágætt sem hún upp á ákveðnu marki, hún getur ekki verið þetta óstjórnlega gróðar sjónarmið sem að virðist ráða öllu í dag og þegar þetta komið á þann stað eins og mönnum í rauninni ljóst ef menn vilja líta á það, að þetta gengur að hluta til gegn forsendum, vistfræðilegum forsendum, að þá gengur það ekki upp í svona siðum heimi þar sem að við þykjumst byggja allt okkar á ítrustu kröfum varðandi þessa þekkingu sem lögð til grundvallar. Við höfum þekkingu sem segir okkur að við eigum að gera betur og við getum gert betur. Þannig að eins og þú segir að samkeppni að hún kunni að vera í góðu lagi upp að vissu marki, en við erum að horfa upp á sjávarútvegskerfi sem að byggir ekki á samkeppni heldur á samþjöppun og einokun og það allt önnur saga. En Jóhannes Sturlaugsson, þakka þér kærlega fyrir spjallið. Já, takk sömuleiðis. Já, þakkir til Jóhannesar Sturlaugssonar,
líffræðings og þá komið að Arthúr Bogasyni, einum helsta og kröftugasta talsmanni smábátasjómanna áratugaskeið. Arthúr Bogason, við langar til að spyrja þig út í smábátaútgerð við Íslandsstrendur, en áður en við gerum það, þá kannski að málana núna, grásleppunni, menn að gera því skóna að sjávarútvegsráðherra Kristján Þór Júlíusson sé að reyna að koma grásleppunni inn undir kvótastýringu. Telur þú svo að vera? Það ekki nokkuð spurning, hann hefur marglýst því yfir sjálfur að hann vilji kvótasetja grásleppuna og hefur ekki gert það ennþá vegna þess að ég held að sé nú andstaða í því fyrir því í atvinnuveganefnd Alþingis. Lilja Rafney hefur til dæmis lýst andstöðu við kvótasetningu og ég rétt að vona að það séu fleiri í atvinnuveganefnd sem eru sama sinnis, en ráðherrann hefur ekkert farið dult með það að hann vill kvótasetja þetta, en það eins og að sé alveg útilokað að læra af reynslunni varðandi smábátaveiðar og kvótasetningar, en nema menn bara líti á þetta sem góða reynslu, því að þegar Landssamband smábátaeigenda stofnað í desember 1985 þá ég held ég muni þess að tölu upp á bát, þá voru skráðir 893 smábátar. Þeim fór mjög fjölgandi næstu árin vegna þess að þeir fengu að starfa í býsna heilbrigðu og frjálsu umhverfi og í kringum 1990 þá voru þessi bátar rétt 2000. Þá ofbauð greinilega stjórnvöldum þessi gríðarlega óstjórn og ofveiði sjálfsagt líka og það voru settar í gang aðgerðir til þess að fækka bátunum sem hefur tekist alveg prýðilega. Því að af þessum 1043 smábátum sem var troðið inn í aflamarkskerfið árið 1990 þá eru svo fáir eftir að þú getur notað puttan á þér til að telja tugina sem eru eftir og af þeim eru mjög fáir sem eru með aflaheimildir sem hægt að lifa af. Þannig að það má bara segja að það hreint út. Það búið að þurrka þennan flota út sem var settur inn í aflamarkið fyrir ekki lengra síðan heldur en árið 1990. En aðeins aftur að grásleppun áður en við skiljum alveg við hana. Nú sé ég það í blaðagreinu sem skrifaðar hafa verið. Sveinbjörn Jónsson, Svanur Grétar Jóhannsson, Axel Helgason, Þórður Birgisson og fleiri. Mjög mikil gagnrýni á kvótasetningu grásleppuna. Ekki hjá öllum, það eru sumir sem eru hlynntir því að Já, og þá kemur mín spurning, eins og ég skil þetta, þá byrja grásleppuveiðar yfirleitt fyrir norðan og norðaustan og norðaustur af landinu, færa síðan vesturum. Já, það reyndar byrjar á svipuðum tíma hérna við Suðurlandið og Reykjanes. Og við Suðurlandið, já. Síðan gerist það að ráðherrann óskar eftir ráðleggingu frá Hafrannsóknastofnun og þegar að komið upp undir það þak, þá eru veiðarnar stoppaðar skyndilega 2. maí eða helgina 2.–3. maí. Og þá eru Vestfirðingarnir og Vestlendingar varla farnir að setja veiðarfæri í sjó. Og þá kemur mín spurning. Þetta ekki, ég leyfi mér að nota orðið lævís, tilraun af hálfu ráðherrans til þess að þvinga menn inn í þetta kerfi? Því að nú gat hann sagt, ykkur var nær, ef þið væri komið með kvóta, Vestlendingar og Vestfirðingar, að þá hefðu allavega búið eitthvað öryggi. Þetta ekki, getur þetta ekki orðið til að sundra stéttinni? Það alveg til í því að menn klofni í einhverjar fylkingar í þessu og eins og ég bara veit að það er ákveðin hópur innan grásleppukalla sem vill kvótasetningu og það að jafnaði þeir sem eru þá með þessa svokölluðu aflareynslu. En þeir sem eru kannski með litla aflareynslu eða bara að reyna að koma sér inn í útgerð, eins og þetta hefur verið ákveðið hlið til að komast inn í útgerð, að þeir náttúrulega vil ekki sjá þetta. Og ég á sínu tíma þegar ég fór að vinna að stofnun Landssambandsins, þá var grundvallar hugsjónin sú að berjast fyrir frjálsræði smábátaveiða.
því að þær veiðar, þær eru ekki að fara að eyðileggja eða útrýma einhverjum fiskistofnum við Ísland. Og þessi uppákoma núna, hún er algjör himnasending fyrir ráðherrann. Þannig að þessi dásamlega gjöf sem mokveiði hún hefur bara snúist upp í andhverfu sína og bara orðin hrein og klár hefnd fyrir grásleppukalla. Það hefði verið miklu betra í sjálfu sér ef það hefði bara verið svona eitthvað dól á þeim fyrir norðan og síðan hefði sama gerst hér fyrir vestan, þá hefði ekki skapast þetta dásamlega andrúmsloft fyrir Kristján Þór að segja, einmitt það sem þú varst að segja, sjáu þið nú, þetta hefði nú ekki verið betra að vera með kvótann, en málið það að það nákvæmlega sama mun gerast varðandi grásleppuflotann og hefur gerst bæði með varðandi þegar bátunum var troðið inn í aflamarkið og síðar árið 2004 þegar þetta svokallaða krókaflamark var búið til, að bátunum byrjar að fækka umsvifalaust. Og ég myndi halda að innan tiltölulega fárra ára þá verða grásleppukallar í nokkrum tugum hringinn í kringum landið. Það er mín spá og ég skal éta ekki bara einhvern hatt sem ég á, ég skal éta öll fötin sem ég er í ef þetta þróast með einhverjum öðrum hætti, ef þetta verður kvótasett. En í mínum huga, svona sem leikmanns í þessum efnum, að þá fer ég aðeins að setja spurningamerki við aðferðafræði Hafrannsóknastofnunar og þessari rannsóknar. Sko, ég var að ræða hér áðan við Jóhannes Sturlaugsson líffræðing og hann segir við þurfum að horfa meira til atferlis í sjónum, atferlis fiskana. Við þurfum að átta okkur á hvað þeir lifa. Okkar fiskveiðistjórnun, hún hefur tekið miklu meira mið af magni en ekki svæðum. Og nú spyr ég grásleppuna, af því að hún er mér hugleikin. Og hún byrjar fyrir að veiðast norður og austur á landinu og þú segir líka fyrir sunnan. Síðan er spurningin þessi, er þetta sama grásleppan, er það vitað, er þetta sama grásleppan fyrir norðanland og norðaustur á landinu og suður á landinu og vestur á landinu, vestur á Vestfjörðum og svo grásleppa sem að Breiðfirðingarnir ætluðu sér að ná í? Það held ég að sé alveg á hreinu að ekki. Ég held að þetta séu mismunandi stofnar og það er alveg greinilegt að ef við tökum bara ekki kannski beinlínis bróður eða systur grásleppuna, laxinn, að við erum með einhverjar 80 eða 90 svona official laxveiði ára á Íslandi og í þeim eru jafnmargir stofnar. Það er löngu vitað og það er til merkileg skýrsla frá Hafrannsóknastofnun það að það er fullt af litlum stofnum, þorskstofnum inn á fjörðum og flóum eða ættkvíslum eða hvað á að kalla þetta. Og það væri stór undarlegt ef að grásleppan væri ekki undir nákvæmlega sama kerfinu, þessu náttúru kerfi, sem er kallað, ég veit ekki hvernig það hefur verið þýtt, en kallað er homing í fiskum. Þeir finna sinn fæðingarstað, það er frægur þorskur til dæmis, hann sjást löngu döður núna, en það var þorskur sem veiddist 7 ár í röð á sama blettinum í samskonar gildru í firði í Noregi. Hann var merktur fyrsta árið og svo var það sami veiðimaðurinn sem veiddi hann 7 ár í röð. Þannig að þessi þorskur, hann vissi nákvæmlega hvað hann vildi vera og grásleppan er alveg nákvæmlega eins og ástæðan fyrir því að þessi svakalega veiði gýs upp þarna fyrir norðaustan og norðan er bara ósköp einfaldlega svo að klakk hefur tekist bara óvanlega vel og það hafi verið hagstæð skilyrði þá í efstu lögum sjávar. Þannig að hvernig veiðin mun þróast hérna fyrir Vesturlandinu bara er ekki vitað en þessi uppákoma, hún er náttúrulega í boði Hafrannsóknastofnunar. Þeir fara að beita aðferð við að mæla stærð grásleppustofnsins með aðferðafræði sem er mér algjörlega óskiljanleg. Að telja grásleppur úr togararalli er svona, ég finnst það svona svipað eins og að mæla umferð barnavagna Laugaveginn og setja þungatakmarkanir á Miklubrautinni í staðinn. Og það er ennþá bara alveg á mörkunum, ég trúi því að vísindamenn láti kenna sig við þessa vitleysu í staðinn fyrir að horfa bara einfaldlega á hvernig grásleppuveiðar hafa þróast, hvernig magn veiði per unit eða
per sóknareiningu, hvernig það hefur þróast og núna til dæmis. Þegar þessi svokallaði heildarpottur klárast bara á stuttum tíma og á litlu svæði til þess að gera, að þá ljóst að veiði á sóknareiningu, hún næstum því helmingi hærri heldur hún var til dæmis í fyrra. Það hróflar ekkert við Hafrannsóknastofnun, þeim bara alveg nákvæmlega sama. Þeir trúa á þessi reiknilíkön sín eins og bókstafstrúamenn í trúarbrögðum. Og þetta bara ekki boðlegt. Það þarf að fara að fá einhverja aðra nálgun á þessu mál heldur en í gangi í dag. Og bara svona sem dæmi, út af þessari grásleppu þvælu allir saman, að á einum stað í skýrslu Hafrannsóknastofnunar, ég man ekki hvort það var í skýrslu frá 2007, þar stendur orðrétt að grásleppustofninn á þeim tímapunkti sé 10 til 15.000 tonn. Ef að það væri svo mikið sem nálægt því að vera rétt, þá væri bara löngu búið að útrýma þessum stofni með þeim grásleppuveiðum sem hafa verið stundaði síðan þá. En það náttúrulega bara langt frá því og allt í einu gís bara upp besta veiði á sóknareiningu sem hefur sést bara í óratíma. Enda þetta, talaðir þessu máli þínir félagar. Það reyndar ekki allir, það þarna menn sem líka hlindir kvótasetningu. Nei, ég að tala efasemdir þessar Já, aðferðafræðina. Ráðgjöf Hafrannssonar. Ég þekki engan grásleppukall sem að botnar upp eða niður í því að það sé hægt að meta grásleppustofninn með því að fara á togveiðar. En síðan það hitt náttúrulega sem að ég skil alveg að það hægt að freista, koma með myndast þarna freistni vandi að bjóða mönnum kvóta og öryggi. En þar með menn náttúrulega eyðileggja fyrir framtíðina. Þeir að eyðileggja fyrir framtíðinni. Fyrir öllum þeim sem að vilja komast inn í greinina. Nákvæmlega. Og þá langar við til að spyrja þig, Artúr, aðeins svona framtíðina. Nú erum við sem að segjum kvótan heim. Við viljum kvótan heim til þjóðarinnar, en við viljum jafnframt að ávinningurinn, við viljum ekki tala arðinn til fyrirtækjanna, heldur ávinningin til þjóðarinnar. Hann á að birtast í blómlegu atvinnulífi og að sem flestir geti komið þar að og þar á meðal öflugir smábátar, svona í bland við stærri skip, við viljum náttúrulega þessa blöndu. Varðandi valkosti stjórn fiskveiðanna, þá erum við með kvótakerfið. Síðan erum við með smábátana sem eru með á sér alls kyns hömlur. Heldur betur. Hve margir mega vera borð, hve mikinn afla megi koma land. Það reyndar ekki takmörk á áhafnafjölda, en það takmarkar sig sjálft því að það eru aðrar skorður svo hraustlegar að það ekkit grundvöllur fyrir því að vera með fullt af mannskap. Já, þessi svoleiðis, ekki að þurfa að vera. Það setur sér sjálft skorður, Ég skil, en allavega eru þessar takmarkanir og líka þú mátt veiða á tilteknum dögum og í tiltekinn mánaðafjölda og svo framvegis, alls kyns takmarkanir. Hvernig sérð þú þetta fiskveiði stjórnunarkerfi eins og þú vildir sjá það hvað þetta snertir, valkostin við kvótakerfið? Ég hef alveg frá upphafi, frá því ég heyrði fyrst af þessu svokallaða kvótakerfi árið 1984 og ég verið á móti því. Ég tel að þetta sé kolvitlaus aðferð til þess að stjórna fiskveiðum og ástæðan ósköp einföld svona frá mínu sjónarhorni að ef þú ætlar að stjórna með kvóta eða úthlutuð aflamagni úr einhverjum ákveðnum fiskistofni, þá þarftu að hafa svo góðar upplýsingar stærð og afkomu og alla umhverfisþætti til þess að geta réttlætt það. Það eru bara upplýsingar sem við höfum ekki og eina upplýsingin sem virkilega að mínu viti marktæk, það afli á sóknareiningu. Og þegar menn eru farin að þvæla saman kvótakerfi og gaspra síðan að afli á sóknareiningu og hafi nú aukist og svo framvegis, þá eru menn bara að bera saman epli og appelsínur. Ég vil stjórna með sóknartakmörkunum. Það allt í lagi að vera með einhverju viðmið í sambandi við aflamagn,
En þegar að kemur að smábátunum, þá ég algjörlega grjótharður því að langbesta leið sem fundin hefur verið upp í fiskveiðistjórnun til að útrýma smábátaflotum og veiðum, það að kvótasetja þá. Og þetta ekki bara sér íslenskt fyrirbrigði, eins og ég var að reikja með þessa yfir 1000 báta sem eru horfnir núna úr aflamarkskerfinu og þeim hefur fækkað nokkur hundruð í krókaflamarkskerfinu. Þetta bara sama sagan, alveg sama hvert þú ferð út í heim. Við getum farið til Chile, austurstrandar Bandaríkjanna, vesturstrandar Bandaríkjanna, við getum farið til Ástralíu, bara Danmerkur, bara hvert sem er. Það allstaðar sama sagan. Ég hef aldrei heyrt trillukall sem hefur keypt togara og sameinað veiðiheimildir. En ég hins vegar horfði upp á fyrstu 44 mánuðum þessarar slátrunar sem að smábátaflotinn fór í þarna eftir 1990, á fyrstu 44 mánuðunum þá keyptu stórfyrirtækin 700 smábáta og tóku það út úr veiðunum. Þetta náttúrulega, svo hlustar maður núna í dag, svo ég ætla nú ekki að fara að æsa mig of mikið, en svo hlustar maður núna í dag alveg bara stanslaust í fjölmiðlum hversu miklar áhyggjur menn hafa af litlum sveitarfélögum sem hafa allt í einu farið að byggja allt sitt á ferðamennsku. Það verður nú bara að bjarga öllu og bjarga hinu og þessu. Ég minnist þess ekki að menn hafi neitt mist mikið svefni við því þegar litlu sjávarþorpin voru að tapa öllum veiðiheimildunum og smábátarnir keyptir upp og aflaheimildirnar fluttar í burtu. Ég man ekki eftir því að það væri svona umræða þá öll þessi litlu sjávarþorp. En núna svona smá neisti í kringum þessar svokölluðu strandveiðar og ég hefði haldið að í þessu ástandi eins og núna þá hefði nú verið heldur betur lag fyrir löggjafann að segja við þurfum að efla þessi litlu sjávarþorp eins og við getum, við skulum koma á fyrirkomulagi sem að meira í ætt við það hvernig þessi litlu strandveiði samfélög byggðust í upphafi. Þau byggðust upp á nýtingu aðlægra fiskimiða og engu öðru. Reykjavík, Akureyri og þessi stóru samfélög, stóru náttúrulega á íslenska mælikvarða, að þau bara byggð upp á öðrum forsendum. Þau eru þjónustu og verslunarstaðir og verksmiðjustaðir á meðan þessi litlu sjávarþorp þau byggðu á útvegi. Og við sjáum nú bara hvernig kvótakerfið búið að leika fjölmörg af þessum litlu sjávarplássum. Og með því að gefa mönnum opna á það möguleika að fara að nýta aðlægu fiskimiðin, nálæg fiskimið á nýjan leik, þá að gefa þessum samfélögum einhverja von sem bara hægt og rólega verið að taka af þeim. Ég held að sé reyndar að verða mjög djúptæk viðhorfsbreyting í samfélaginu. Hún tengir líka svona hinum vistvænu þáttum, umhverfisþáttum. Á fundunum í Þjóðmenningarhúsinu, ég veit að þú varst þar, 11. janúar, þar tók til máls á meðal annarra Ragnar Önundarson. Hann vildi ýta stærri skipum lengra út og efla smábátaútgerð við Íslandsstrendur. Og þar var hann að horfa til vistvænna þáttahyggju. Ekki þessi þáttur, kemur hann ekki til með að hjálpa smábátaútgerðinni? Maður skyldi halda það að þetta væri eitt af því sem að væri stöðugt að efla smábátaútgerðina. Ég meina handfæraveiðar og línuveiðar, þær eru alveg tímalaust miklu skaða minni fyrir umhverfið í hafinu heldur en þungar og miklar togveiðar. Þú þarft ekkert að vera kjarnorkueðlisfræðingur til þess að skilja þessa hluti. Og þessi aðferð að vera með stærstu skipin yst og minnstu bátana næst, þetta aðferð sem að landssambandið fór að berjast, landssamband smábátaeigenda fór að berjast fyrir bara strax árið 1985. Og þetta bara lógík og ekkert annað. Það ekki engin lógík í því að vera á skaki og horfa til lands og milli lands og þín 1000 tonna togari að toga. Það eitthvað skrítið við það. En að lokum, Artúr, hver þarna á veggnum fyrir aftan þig? Kötturinn okkur mættur hana? Nei, hinum megin. Já, nei þessi. Já, hún dóttir mín teiknaði þetta þegar hún var pínu lítil og þetta ég.
Fyrir vel á því. Þakka þér kærlega fyrir spjallið. Já, sömuleiðis. Takk.